Uh, Kerfið sem ég ætla að tala í dag sveitagáttin og hún það hægt að grúpa hana í svona 3 parta. Vefumsóknarkerfi sem tengt við vef sem við sköffum. Það sér heldur utan tómstundastyrki, upphæðir og námskeið sem eru styrkhæf og slíkt. Og síðan býður þetta kerfi upp á tengingar við í raun hvaða önnur kerfi sem Að þetta í raun gáttin inn í bókhaldskerfið hjá ykkur fyrir öll önnur kerfi. Ef við byrjum á vefumsóknunum þá erum við með nýhannaðan vef sem lítur vel út í tölvu, spjaldtölvu eða farsíma. Hann getur verið opinn, hann getur boðið upp á auðkenningu með rafrænum skilríkjum og við bjóðum líka upp á auðkenningu í gegnum OneSystem. Ef þið eru með mínar síður í gegnum OneSystem þá þarf ekki að auðkenna sig aftur. Vefurinn breytilegur eftir þörfum sveitarfélaganna, þannig að útlit umsóknar stýrist af uppsetningunni í kerfinu. Það hægt að skilyrða alls konar hluti, það getur verið sá sem að sækja sjálfkrafa greiðandinn, sá sem að sækja getur bara sótt fyrir sína fjölskyldu og ýmislegt þannig. Vinnsla umsókna getur verið í raun hvernig sem Við bjóðum upp á að þegar umsóknin samþykkt þá verður hún að samning eða sölureikning eða reglumbundnum reikning eða lánardrottnarfærslu eða færslubók eða bara í raun hvernig sem Það sem mig langaði að sýna ykkur hversu auðvelt það að setja upp nýtt umsóknarferli á vefnum. Nú hef ég ekki langan tíma, þannig hérna. Ef ég fer inn í sveitagáttina, vefumsóknir og tegundir vefumsókna. Þá uppsetningin í raun bara öll hér á þessari síðu. Og ef við skellum bara hérna í nýja og höfum bara dansnámskeið sem ég ætla að halda. Fyrir bæjarfulltrúa. Vefauðkenni, það hægt að stofna marga mismunandi vefi sem keyra allir á sama kóðanum, þannig að þið getur verið með margar mismunandi tegundir af umsóknum sem eru þá á aðskildum vefjum, þannig að það sem fyrir fullorðna ekki að blandast inn ef að vera að skrá börn á sumarnámskeið eða eitthvað slíkt. Bæjarfulltrúar geta verið ansi gamlir, þannig segjum 1900. Hvað ég að segja, til 2000, eitthvað svoleiðis. Fyrsta sem ég stilli hérna ég bara að fá sölureikning og síðan bara að stofna í línu. Það þá grunnnámskeið, tengið það við forða. Þetta verður náttúrulega fogdýrt námskeið og höfum það bara hérna í byrjun næsta mánaðar. 1 skipti, það ekki meira. Skráning hefst í dag, lýkur á mánudaginn. Við þurfum allavega 3, ekki fleiri en 100 og leyfum biðlista. Hérna valum að bóka sölureikningana sjálfkrafa þegar það samþykkt. Umsóknin. Setja hérna textalínu þannig að það kemur texti á sölureikningin og reikning per umsókn. Kerfið býður upp á alls konar greiðsluhætti og til dæmis greiðsluseðla og svona
greiðsluseðla, við getum tekið boðgreiðslur, við getum fengið staðgreiðslur beint í gegnum vef, gátt kortafyrirtækja og það bókast þá allt rétt, síðan tengjum við þetta bara greiðsluhátt í Navision. Það hægt að safna viðbótar upplýsingum með umsóknunum. Þannig til dæmis fyrrverandi Íslandsmeistari eða mjög lélegur dansari. Þetta náttúrulega mjög mikilvægar upplýsingar sem þurfa að koma fram þegar maður sækir Og nú held ég að ég sé búinn, sjá hvort að það sé rétt eða ekki. Og ef ég skrái bara sjálfan mig, þá fæ ég hérna dansnámskeið, get hakað við það. Hérna kemur sem svona samantekti við það sem ég búinn að velja og þarf að slá inn upplýsingar forráðamenn og ég ræð mér víst sjálfur. Þannig að setjum hérna nafn og heimilisfang. Það síðan hægt að bæta við þriðja aðila ef þú vilt hafa ömmur eða afa eða þetta nútíma fjölskylda með fleiri en 2 foreldra. Skrá inn viðbótar upplýsingar og haka hérna í að ég sé einstaklega góður dansari. Velja hver greiðandinn og greiðslumátann sem í þessu tilfelli bara greiðsluseðill í banka. Smelli hérna áfram, þá fæ ég upp svona yfirlit yfir umsóknina áður en ég staðfesti. Smelli á senda og já, ég er viss. Og þá kom upp villa. Ég var sem sagt fengið til að taka á mig alla svona tæknilega örðuleika í upphafi. Þannig að sjá aðeins til. Eina sem ég ætla að breyta er þetta hér. Prófum þetta aftur. Það kannski alveg allt í lagi að taka það fram að þetta virkaði bæði í gær og í morgun. Það sem á að gerast að það sendist póstur á e-mailið. Ok. Það þá bara frábært. Það sem á að gerast og auðvitað ég með plan B. Við setjum upp, við sækjum þá kemur inn í kerfið, kemur vefumsóknin, maður getur opnað hann og skoðað, smellir á þarna hnappinn samþykkja, þá myndast sölureikningur sem tilbúinn til bókunar. Þannig að uppsetningin svona nokkuð straightforward, það ekki mikið sem að þarf að gera og það besta við þetta náttúrulega að þið þurfið ekki okkar aðstoð ef þið þurfa að gera breytingar eða ég raun bara að setja þetta upp. Þetta eitthvað sem þið getið alveg séð sjálf. Og eins ef það verið að halda sama hlutin ár eftir ár eftir ár, að þá aðgerð í kerfinu til að afrita bara línurnar og þá hægt að breyta dagsetningunum. Þannig að þið ættu að geta verið ansi sjálfbjarga með það. Tómstundastyrkirnir, kerfið heldur sem sagt utan veitta tómstundastyrki, heldur utan iðkendur og þau námskeið sem eru styrkhæf. Í vefumsóknunum hægt að tengja tómstundastyrkina við. Þannig að það þá í raun bara haki í uppsetningunni og þá hægt að sjá þegar þú sækir að námskeiðið sé styrkhæft og hversu mikið af styrknum þú vilt nýta. Og það bókast þá allt bara sjálfkrafa.
en einnig er boðið upp á tengingu við önnur kerfi tengt því. Tenging við önnur kerfi, það sem við bjóðum upp á í raun að hvaða vefur sem getur sent inn umsókn inn í vefumsóknarpakkann. En því til viðbótar líka hægt að senda bunka ef að það til dæmis að koma fyrir heilan leikskóla eða eitthvað í einu úr öðru kerfi. Og þá annars vegar hægt að senda það beint á kerfið og þá í raun það þarf ekki að sækja það, en við bjóðum líka upp á að sækja það. Og við sækjum það þá, við bjóðum upp á að sækja frá til dæmis Völu, en það eru engar takmarkanir á því hverjir geta sendt til okkar. Við erum alveg opin með það. Það er bara ákveðin staðall, þannig að ef það er eitthvað kerfi sem að þið eru að nota og þið mundið vilja fá bara beintengingu inn á þessu, að þá er allt opið með það. Ef ég sýni ykkur bara örfljótt ferlið við þetta, til dæmis tengingin við Völu, það er bara uppsetning í upphafi. Þetta er í raun bara ein lína, það sem er tiltekið vefslóð og auðkenning inn á þá vefslóð og hvernig reikningarnir eiga að vera höndlaðir í kerfinu. Það getur þurft að mappa frá hinu kerfinu inn í Navision ef það er ekki sömu lyklar eða kóðar í gangi í því kerfi að mappa það yfir í Navið. Síðan í raun ferlið bara einfalt að þú sækir bunka eða fær hann sendan. Smellir á hnapp til að tengja við möppunina, skoðar færslunar hvort það sé allt mappað og bókar. Þannig að í staðinn fyrir að þurfa að lesa inn textaskjal eða Excel-skjal og jafnvel þurfa að fikta eitthvað í því áður en það er lesið inn, og þá erum við að tala færri en 10 smelli. Og það er hægt að stýra því hvort að reikningarnir bókist strax eða hvort að þeir séu yfirfarnir áður en eftir að þeir eru myndaðir og áður en þeir eru bókaðir. Þannig að það var svo sem ekkert fleira sem ég ætlaði að sýna ykkur. Þetta er kerfi sem ég finnst reyndar að allir ættu að vera með. Þannig að vonandi sjáu þið eitthvað not fyrir þetta. Ég held að flestir eru með eitthvað önnur kerfi sem þurfa að tengjast við. Já, þannig þeir sendir bara post á Sveit Advice þegar þið eru tilbúin. Og já, ég ætla bara að þakka fyrir.